eftir því. Já. Já, við erum komin live. Þetta alltaf að gerast. Tæknin að vinna með okkur, þó Merkur farin að bakka og allt það. Já, Merkur var hlaut að vera. Merkur var útskrifunslegt. Góðan daginn. Góðan daginn. Og blessan. Já. Og miðvikudagur. Rosalega lífið tími samt núna. Þannig einhvern veginn fíkur á það. Alltaf miðvikudagur. Og það einhvern miðvikudagur, þá bara einhvern annan dagur. En hérna, ég er bara betur að dóttir mín fá bílpróf. Svo þurfi ekki að vera skuttlinn alltaf. Hún var bílpróf á mánudaginn. Þetta alveg að koma. Það að koma. Já. En við ætlum kannski að segja frá því í byrjun að í desember verður miðvikudagsspjallið með svolítið öðrum hætti en hefur verið núna. Þannig í desember ætlum við að taka okkur smá pásu frá því að vera að tala ákveðin viðfangsefni, en í staðinn ætlum við að bjóða upp á hugleiðslu í hádeginu á miðvikudaginn. Akkurat. Í beinni útsendingu. Já. Og við hvetjum ykkur til að stilla inn í hádeginu, gefa ykkur smá hlé frá daglegu amstri og fá að njóta þess að hugleiða og bara taka aðeins svona Smá tíma fyrir okkur. ræmátt. Já. Þetta er svona tími sem að við förum ofta að keyra okkur upp í alls konar stress og læti, en samkvæmt hringrásinni okkar, svona náttúrulega hringrásinni, þá er þetta tími þar sem við eigum að vera að pakka okkur inn og passa vel upp á okkur og hvíla. Og það er svo mikilvægt að við hlustum á þessa hringrás líkamanns og þessa eðlilegu hringrás og reynum að spenna okkur ekki of á þessum tíma. Og ekki gera svona mikla kröfur á okkur eins og Akkurat. Og við ætlum bara að njóta næstu allavega 2 miðvikudaga. Já. En við ætlum kannski að minna á það án við förum í viðfangsefni dagsins að við erum með aukna opnunartíma hjá Orkusteinum núna, erum að fá nýja spilasendingu í hús á eftir, við erum spennt að vera því. Og það er opið á miðvikudaginn næstu Takk fyrir. Miðvikudaginn næstu miðvikudaginn 4., miðvikudaginn 11. og laugardaginn 7. og 14. desember. Og svo er alltaf hægt að hafa samband og þið getið séð vöruúrvalið mikið af þessum pökkum sem við settum saman fyrir jólin inn á Orkusteina samfélagsmiðlunum. Instagram og Facebook og svo viljum við líka bara minna og það er hægt að kaupa hjá okkur gjafabréf sem gilda bæði í búðina fyrir þá steinum og spilum og skarti og kertastjöfum og alls konar eða sem inneign í námskeið hjá okkur eða það er hægt að kaupa fyrir þau smærri námskeið eða hugleiðslu pakka eða annað í gegnum vefinn. Það er svo að þetta fá hugleiðslu í jólagjöf. Algjörlega. Og svona, eitthvað sem heldur áfram að næra okkur. Já. Svo viljum við bara minna á að ferðin okkar Hjarta Skotlands sem verður farin næsta júní 2025 er komin í sölu, þannig endilega kynnið ykkur hana ef að þið eru að hugsa einhverja góða svona ferð fyrir ykkur á næsta ári. Mikið upplýsingum inn á vefnum okkar. Já, endilega. En viðfangsefni dagsins. Já. Hvað er sálarfjölskylda, hvert er hlutverk hennar? Er hún eins og hver önnur fjölskylda sem við tilheyrum? Já, og kannski ánum byrjum bara takk fyrir þáttökuna. Það er alltaf að vera fleiri sem taka þátt í að velja viðfangsefni og okkur finnst þetta mjög spennandi og skemmtilegt. Það er alltaf svo gaman að vita ekki hvað maður er að tala fyrir bara rétt áður. En já, sálarfjölskyldur og það er náttúrulega rosalega, þetta orð sálarfjölskylda er rosalega mikið notað og án þess að sé kannski verið að útskýra beint hvað er átt við. Já. En öll náttúrulega tilheyrum við fjölskyldu, uppruna fjölskyldu okkar. Við komum frá einhverjum stað í alheiminum og þar erum við hluti af ákveðinni sálarfjölskyldu. Ég til dæmis kem frá Sirius. Mín sál á uppruna sinn frá plánetunni Sirius og þannig að mín sálna fjölskylda hefur öll tengingu þaðan eða kemur þaðan upprunalega og en það samt er þannig að sálna fjölskyldur eru ekki endilega allar í jarðvist á sama tíma, við erum ekki alltaf saman á jörðinni, við getum verið saman bara víðsvegar alheiminn. Sumir geta jafnvel verið í hvíld og ekki verið aktífir meðan að kannski hinir eru aktífir, þannig að þetta er náttúrulega sleeper cells. Spennandi. Það er tópar bara. Ef þetta eru hlutar af okkar sálarfjölskyldu geta til dæmis birst okkur sem leiðbeinendur, andlegir leiðbeinendur og það þekkjum við báða. Við höfum þessa óbúinlega sterku sálartengingu við þessar ljósverur og
höfum stundum verið oft í jarðvist með þeim áður, ekkert endilega verið í jarðvist. Minn leiðbeinandi hefur ekki verið í jarðvist en verið á mörgum öðrum stöðum. Og svo eru þetta náttúrulega líka sálarfjölskyldunar sem að verða til ákveðin verkefni hér á jörðinni. Já, og við getum tilheyrt bara mörgum sálarfjölskyldum í einu. Þetta er ekki bara ein fjölskylda. Eða þá getum við kannski frekar sagt sálarhópur, því að uppruna fjölskyldan er alltaf svo sama, en svo getum við verið í mismunandi sálarhópum sem hafa ákveðin tilgangar markmið sem eru að vinna að saman. Og það er það yfirleitt þannig að þeim sálum tengjumst við í þessari jarðvist, hvort sem að þær eru andlegir leiðbeinendur okkar, eða ljósverur, eða einhvers konar í öðrum vítum að hjálpa okkur, eða hreinlega bara manneskjur hér á jörðinni. Og það er svo áhugavert þegar maður fer að rannsaka og skoða hvað sálirnar geta birst í ólíkum formum. Það er ekki alltaf mennsku líkami. Nei. Það er alls konar orka sem við getum birst sem. Þú átt þína sálartengingu inn í álfheima og... Já. Og ég man líka eftir að hafa farið í fyrirlífa dálistu þar sem ég upplifði mig bara sem ljóslæði á annarri plánetu. Og vera bara efnislaus, það var bara, alveg magnað. Þannig að við okkar takmarkaði mannshugur getur ekkert endilega alltaf hugsað upp öllu form sem við höfum verið á, því við eigum náttúrulega baki stundum á bara 100 eða 1000 lífa á jörðinni. Og bara út allan heim. Já, einmitt, allar hina pláneturnar. En ef við förum aðeins aftur að sálarfjölskyldum, þessari uppruna fjölskyldu, að þá hef ég til dæmis tengst minni sálarfjölskyldu í gegnum hugleiðslu og tengt þá við þessar, talað 144 sálir sem tilheyra, tengst þá öllum hinum sálunum sama hvar þær eru í alheiminu. Það eru einhverjar í jarðvist, það eru einhverjar á öðrum plánetum, ekkert endilega á sömu plánetum, heldur geta verið á mismunandi plánetum, mismunandi stöðum í alheiminum. Og það er bara algjörlega magnað að finna að einhver partur af okkar sál sé í rauninni í þessari stöðugu tengingu við allar hinar sálinnar sem eru þarna úti, sama hvar þær eru. Já, og þessi tenging er alltaf. Og við höfum alveg fengið þær upplýsingar í okkar miðlunum að þegar að eitthvað sálarbrot af þessum sálum, þessu sálarfjölskyldu, þegar eitt okkar vaknar eða þegar eitt okkar vinnur sigur eða ljósið eykst hjá ein okkar, þá leitar það út til allra hinna líka og snertir og ýtir við öllum öðrum líka. Þannig að öll vinna sem við vinnum fyrir okkur, hún smitar líka út til sálarfjölskyldun okkar. En svo, þannig að þú mætir einhverjum einstaklingi sem að þú finnur alveg gífurlega mikla tengingu við, svona sálartengingu eða hjartatengingu, getur alveg verið að sá einstaklingur sé úr sálarfjölskylduninni, en það getur líka verið að þeir eigi bara afskaplega sterka fyrirlífstengingu og þeir séu ekki úr sömu sálarfjölskyldu. Þetta er ekki alveg svona klippt og skorið, Það geta verið margvíslegar ástæður fyrir því að við finnum sterka tengingu við fólk sem við höfum aldrei hitt áður og höfum skoðanir á fólki sem við vitum ekkert kannski algjörlega þolum ekki einhverja mannesku bara að við að sjá hana þarna einhvers staðar og þó við vitum ekkert hana. Þá er það mjög oft fyrir lífatengt. Algjörlega, og eitthvað karma sem þarf að vinna og leysa upp og klára. Já. En þessi sálarfjölskyldna tenging er alveg mögnuð og að vita bara af því að maður hefur alltaf þennan hóp, maður hefur alltaf aðgang að honum og viska hópsins er sameiginleg og þroskinn er sameiginlegur, þannig við getum alltaf tappað inn og ef að við vissum öll af þessu og nýttum okkur öll þetta, hversu mikið dásamlegra væri nú í okkar, held ég. Finna bara hversu óbúslega sterkt við tilheyrum í heiminum og bara við getum fundið okkur tilheyra fullkomlega í jarðvistinni, en að finna bara að við erum þessar alheimsverur og finna þessa sterku tengingu við verur hvar sem þær eru. Að geta, við erum, hausinn okkar er svo takmarkaður af tíma og rúmi og allt það, en þarna eru engin takmark. Og við kynnumst þessu líka eins og við lærum í englareiki, þegar við köllum inn sálarhópinn okkar,
það algjörlega mögnuð upplifun og oft sem að falla tár þegar við upplifum það í fyrsta skipti. Og það svo magnað að tengja við þessar sálir og ég þarf að segja að þetta ljós, þetta dásamlega, þannig bara kraft sem fylgir því að finna það hversu mikið við tilheyrum. Já. Og svo þarna komum við svo líka að því að svo þegar við komum að jarðnesku fjölskyldum okkar hér á jörðinni í þessu lífi núna, að það getur alveg verið að við séum í fjölskyldu þar sem við eigum engan sálna fjölskyldna meðlim þar inn. Já. Við getum alveg verið í jarðnesku fjölskyldu þar sem engin annar okkar sálnahópi og jafnvel stundum kannski heldur ekki fólk sem að við tengjumst mikið eða sálir sem við tengjumst mikið í gegnum neitt annað. Nei. Það ástæðan fyrir því að við finnum oft fyrir því að við séum svona svolítið utan við fjölskyldan okkar. Við séum ekki eins, að við hugsum allt öðruvísi. Finnum ekki þessa tengingu að tilheyra. Einmitt. Og jarðneska fjölskyldun okkar hefur oft afskaplega lítið með sálafjölskyldun okkar að gera. Auðvitað getum við alveg verið með meðlimi í báðum fjölskyldum. Ég finnst það samt ekkert rosalega algengt. Ekkert endilega að það sé þessi sterka tenging. Auðvitað það inn á milli að það sé sterk tenging á milli. En það náttúrulega bara eins og þú sjálf þekkir hafandi verið úr svona fjölskyldu sem svona svolítið sitt á hvað ættleiðingar og annað að þá geta við jafnvel verið sterk tengsl í fjölskyldumeðlimum sem ekkert endilega blóðtengdir. Algjörlega, ég finn alveg og hef fundið oft mun sterkari tengingar einmitt við þau sem ekki eru blóðskyldnir. Og svo hef ég líka spurt mig, það þá átt því að ég þekki minna þau sem eru blóðskyldnir og ég fengi kannski meiri tíma með hinum. En ég held að sé ekkert endilega alltaf það. Nei, ég held við finnum þessa tengingu. Já, því svo núna ég í svona ákveðnu verkefni þar sem ég að grafa upp fjölskyldutréð mitt og ég að skoða virkilega þessar blóðlínur mínar. Og ég ekkert að tengja mikið við svona þær sálir sem ég hitti þar, nema ein og það ein sérstaklega sem ég bara veit að við erum úr sömu sálafjölskyldu. Og það langa út í Bandaríkjunum. Ég finn svo ofboðslega sterka tilfinningu og tengingu við þessu konu. Og ég treysti því bara og veit þegar ég finn svona tengingu, já, þarna einhver úr hópnum við. Og ég held að það sé akkurat það sem við getum fundið. Þegar við erum að kannski velta fyrir okkur, þetta fyrirlífatenging ásakið? Eða þetta sálar, hluta minni sálarfjölskyldu? Og við leyfum okkur bara svolítið að skoða það og það náttúrulega oft það sem að á sér stað þegar við komum náttúrulega í jarðvist, við erum búin að ákveða að vinna úr einhverju ákveðnu. Við erum að taka út einhvern ákveðin þroska. Oft það þroski þar sem við þurfum einmitt að vinna í gegnum gömul líf með, minnst þetta sérstaklega núna, fyrir að upplifa mikið þar sem við vinna í gegnum mikið af gömlum lífum með fólki, jafnvel okkar blóðfjölskyldu og til þess að bara hreinsa og losa karma og munstur og við erum oft svo mikið að hreinsa fyrir komandi kynslóði líka bara fyrir okkur og þá sem eftir koma og við erum að rjúfa svona ákveðin vítahring sem hefur átt sér stað og það hefur bara oftast ekkert með sálafjölskyldun okkar að gera heldur miklu meira með fyrri líf og að hafa mynda tengingar við ákveðnar sálir sem við þurfum að ljúka. Já. Við erum í rauninni, þegar við erum í þessari vinnu, erum við að hreinsa tímalínunar okkar bæði áfram og aftur á bak í tíma. Við erum að hreinsa aftur á bak fyrir þau sem voru og áfram fyrir þau sem munu vera. Og svo náttúrulega fyrir okkur sjálf sem erum hérna, akkurat núna. Mér finnst oft þegar það eru miklar fyrirlífatengingar, það hefur ekkert með sálafjölskyldu að gera, heldur miklu meira með þann þroska sem að sálin okkar ákvað að taka út. Og svo getur maður verið með einhverja samninga við sálir, þú getur með að bíða eftir að fara í jarðvist aftur og þá getur þú gert, ef þú ætlar að vinna ákveðið verkefni í jarðvistinni þá gerur þú samning við sálir sem verða með þér eða á vegi þínum í því lífi ákveðin verkefni sem þið ætla að tækla saman eða vera, hvað sem einhver tekur að sér á vondu kallin, einhver góðu kallin og eitthvað svona til þess að þessi þroski megi verða. Það hefur ekkert með það að gera hvort að þessi manneskja, þessi sál sem partur af sálafjölskyldunni ekki, þeir eru bara með samningu þetta ákveðna verkefni. Já,
Akkurat. og kannski skiptist á í gegnum jarðvistir að hjálpa hverju öðrum með þroska. Það eitthvað sem við höfum oft rekist á okkar fyrir lífa vinnu að við erum að mæta sömu sálunum aftur og aftur. En ég hef líka upplifað það mjög sterkt með ákveðnar sálir sem að eru mjög tengdar í mínu lífi að ég sé hér til þess að ljúka þeirri vinnu með þeim sálum. Þannig að við þurfum ekki að fara annan hring í næsta lífi. Algjörlega. Að við erum líka margar sálir sem bara að ljúka sínum jarðvistum. Bara fara eitthvað annað. Við erum kannski í sömu tækifæri, ef við ljúkum því ekki í þessari jarðvist að þá erum við ekkert endilega að fara að vinna í gegnum við einhverstur annar staðar. Við viljum bara klára þetta núna. Fyrir í sömu tilfellum þá bara að fara heim eins og við köllum vestur á okkur uppruna plánetu. Já. Þannig að ef þið eru forvitin sko, hverjir eru í ykkar sálarfjölskyldu, þá er þetta nálgast hugleiðslur held ég. Það er alveg pottet á YouTube eitthvað, nú er þó ég sé nú að segja eitthvað sem ég er ekki búin að gáða, en það er eiginlega huglistir sem tengjast öllu þar. Þannig að sem eru reyndar á þá á ensku eða einhverju öðru tungumáli. Ég hef farið í hugleiðslu að tengjast þess að sálarfjölskyldunni það var hugleiðsla sem Tim Wilde var með ábyggilega á YouTube eða þá á Facebook síðunars. Svo var okkur með þetta og kannski getum við bara haldið stutt námskeið þetta, við fáum svo fullt af alls konar hugmyndum. Við setjum það á listan allavega og sjáum hvert það fer með okkur. En við hvetjum ykkur bara líka til þess að spyrja spurninga undir myndbandinu eða eitthvað sem ef þið hafið einhverju spurningar eftir að hafa hlustað og eru með einhver svona pælingar eða ykkar eigin reynslu af því að tengjast ykkar sálarfjölskyldu að deila því endilega með okkur og því við lærum öll af hvort öðru og það er svo mikilvægt að við sem duglega að deila okkar reynslu og spyrja spurningar eru mjög mikilvægar og eins bara fara eftir innsæinu þegar kemur að því að við hittum fólk sem við finnum að við þekkjum, við eigum tengingu við leifum okkur bara aðeins að spyrja okkur þessar spurningar er þetta sálarfjölskylda? Já, eitthvað sameiginlegt með þessari manneskju eitthvað verkefni sem við fyrir að vinna. Oft er gott að byrja, ef maður finnur svona sterka tengingu, þá er oft gott að byrja að setjast niður og bara fá svör og ef maður finnst svarið ekki nógu skýrt, prófa þá að fara í fyrirlífa dálislu eða eitthvað svoleiðis og sjá hvort að þá komi eitthvað til ykkar og leiða ykkur áfram þannig. Fara í huglistur þar sem þið heimsækið upprunastæðin ykkar, upprunastað sálarinnar ykkar, það er til alls konar svoleiðis huglistur líka. Svo náttúrulega eins og endurstilling sálarinnar sem að við hægt að lesa inn á vefnum okkar. Þjónusta sem Oddfreyja er að veita í gegnum vefsíðun okkar sem er alveg magnað tæki. Ég held að ég hafi sjaldan orðið eins hissa eins og eftir að hafa fengið svoleiðis skýrslu í hendurnar og sá bara í þess að þetta það er eitthvað mikið. Þessi manneski er eitthvað mikið svakaleg að vita allt þetta mig. Já, það er magnað þá er farið ofan í Akashic skránar okkar og fórum að vita hvaðan við erum, hvaðan við komum í heiminum og það getur skýrt alveg ótrúlega margt. Við hvetjum ykkur bara til að vera forvitin, spyrja spurninga, fara inn á við og líta kannski svolítið á þetta eins og svolítið ævintýri. Því allt þetta ferli, allt þetta ferðalag þess að við erum að bara skoða og kynnast og kanna er ævintýri og við hefum ekki taka það kannski heldur of alvarlega, heldur bara leyfa okkur að fara svona inn í baslega forvitni og bara vera og bara ekkert gleyma því að hugurinn truflar okkur stundum að reyna að flokka og skilgreina og allt þetta reynum að leggja flokkun og hólfinn til hliðar og bara að móttaka og sjá hvað gerist. Þangað til næst, en næsta miðvikudag verðum við með hugleiðslu í beinútsendingu þannig að endilega verið með ykkur þá okkur líka ekki bara ykkur. Takk fyrir í dag.